Næ, Kristján þetta. Ég ætla svona að fara aðeins í gegnum svona ferli hérna inn á grúppun okkar. Það er að segja hvernig við athöfnum okkur og hvað í rauninni við gerum þetta sem liðsheild. En þetta gengur út á það að við erum að hjálpa hvort öðru og það er ekki að taka það fram að Fantasy Marketing League, þetta er raunverulega bara hópur af einstaklingum eins og bara okkur, svona venjulegum marketerum eða hvað við varum að kalla okkur, frumkvölum eða hvað sem er. Og nú uppáhaldsmaðurinn af þessu er hann Matthew Aaron, alveg frábær náungi. Og hans hugsjón er svo að hjálpa svona þessum venjulega frumkvöðli til þess að ná árangri í þessu, af því að hann hafði séð það í rauninni að meðan hann er búinn að vera í þessu, ég veit ekki hvað, 3-4 ár, að hann hefur átt að sjá því að þetta er svona meira og minna, þá er þetta svona sama fólki svona sem að er að fleita rjóman í þessum bransa og þess vegna ákvað hann að fara af stað með þessa grúppu og með þetta leiðarljósi að hjálpa einstaklingum til að ná árangri. Nú það sem sagt kostar $25 aðgangurinn að Fantasy Marketing League og það kostar $50 að skrá sig í Ingresso Cybernetico og það kostar $50 að vera þáttakandi í co-opinu sem er þá auglýsingaherferð sem að farið er af stað með í rauninni í nafni Fantasy Marketing League vegna þess að við erum ein liðsheild og þannig er að þeir sem er að byrja til dæmis, þeir sem er að byrja í dag og eru ekki komnir strax með 2 að þeim er hjálpað með þessa 2 í tengslum við co-opið. Það er að segja að það er hérna ákveðin staður inn á grúpunni þar sem að spurt er hverju vantar 1 eða 2 og þá getur viðkomandi, hann getur sett nafni sitt, sagt mig vantar 2 og setur svo referral linkin sinn hjá Ingresso með, þannig að þá fær hann örugglega sína aðila inn. Nú til þess að sko vera virkur aðili hérna, þetta snýst það að vera teamplayer í rauninni og þá snýst þetta það að vera að læka og kommenta á myndir og auglýsingar frá öðrum aðilum og við getum nota í rauninni myndir sko frá hvort öðru, við getum nota myndir frá Matthew og svo framvegis og ég ætla svona að fara í gegnum það aðeins með ykkur hvernig það er gert. En þess maður þetta geta að það er líka alltaf annars slagi haldið svona draft eða þá er dregið. Það var gert núna fyrir rúmri viku held ég, minni mig. Þá var það gert í fyrsta skiptið áðurinn í rauninni við fórum og tókum þátt í þessu Ingresso Cybernetico verkefni og þá var þetta bara svona random hvar fólk lendir frá einum og niður úr sko og þeir sem eru heppni kannski, þeir sem að lenda kannski efstu sætunum þeir
er alveg opbóðslega heppnir og fá alveg fullt af fólki undir sig. Þannig að sko það geti allir lent í því í rauninni. Nú á þessari rúmu viku þá hafa sennilega, sýnist mér, það hafa 100 manns bæst í hópinn á rétt rúmri viku. Og þetta allt sem sagt aðilar sem eru þáttakendur í þessu verkefni Ingresio Cybernetico. En ég ætla að vinda mér í þetta að sýna ykkur svona ferli hvernig við gerum þessa hluti. Og við sjáum hérna, við erum inn á grúpunni hérna, Fantasy Marketing League grúpunni, og við sjáum Árna hérna, land okkar, félaga, og hann til dæmis segir hérna, please help me welcome Soleimani Sonde to the team, og það sem að gerist þá er að fólk lækar og það kommenterar. Hann segir hérna welcome to the team eða eitthvað. Hérna hef ég til dæmis kommenterað og svo framvegis. Og hérna please help me welcome Vun Residuals. Og hérna er hún Gróa okkar. Please help me welcome Gróa. Og þá lætur hann fylgja hérna skilaboðum það að hún þurfi í rauninni að setja upp aðgangi sinni í Fantasy Marketing League. Og eins og þið sjáið, það er bönns af fólki hérna sem er að velkoma Gróu. Og hérna er Árni, hann er að raða hérna inn fólki. Hérna er Hrafnhildur okkar, hún er komin hérna inn. Nú, hérna, þetta er Matthew Aron, uppáhaldsmaðurinn, og hann setur hérna ein mynd, og þetta er það sem að sko við gerum í rauninni líka. Please show some love. Og þá er þetta rauninni að mynda á sko vegnum hans sem að setur hérna inn. Þannig ef maður smellir hérna á, að þá kemur þetta svona upp hérna, og hann er með texta hérna. Við getum notað hennar texta og eins og okkur sýnist. Nú eða breytt þeim eða hvað við viljum gera, og ég á eftir að greinilega gera eitthvað hérna. Ég á eftir að læka hérna í árum og ég geri það bara. Svo kommentar ég. Svona. En þetta er svona það sem við gerum hvert hjá öðru. Nú, það sem ég ætla að gera núna, ég ætla bara að sýna ykkur hérna, ég ætla bara að taka þessa mynd hérna, bara til að einfalda þetta. Save henni hérna. Nú
Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að byrja á því að setja þetta inn á eina af fansíðunum mínum. Ég get tekið þennan texta hérna, kóperaðan eða búið til nýjan texta. Ég ætla bara að taka þennan texta til að einfalda þetta og ég ætla að fara inn á eina af síðunum mínum hérna. Ég get líka sett það bara beint á vegginn hjá mér, en ég ætla að gera þetta öðruvísi. Ég ætla að setja þetta fyrst hér bara pesta ég textan hérna inn, næ ég bara í myndina á þessi hér og posta þessu. Þá þetta komið hér. Nú, það sem ég geri kannski næst er að ég setja bara á vegginn hjá mér. Það er bara tilbaka hérna. En ef ég er að gera þetta semst á fansíðu, þá verð ég að fara hérna tilbaka og posta sem Kristján Sigurjónsson, ef ég ætla að setja þetta inn á eða deila þessu inn á hérna vegginn minn. Og deili þessu bara hérna. Og ég get náttúrulega sko valið að deila þessu hérna á vegginn hjá sjálfum mér eða á frend á vegginn hjá vini eða grúpur eða á aðra síðu sem að ég hef yfir að ráða, og ég ætla bara að setja þetta bara á vegginn minn og ég ætla ekkert að skrifa neitt hérna í þessu tilfelli. Ég bara sýni ykkur þetta og deili ég þessu bara og þá er þetta komið hérna inn á vegginn hjá mér hérna, svona. Nú ég get farið núna til dæmis og smellt hérna, þá fæ ég slóðina hérna á myndinni og ég tek hana bara, kóper hana og fer hérna inn á grúpuna hérna þessa hérna, skrifa hérna bara eitthvað hérna, eitthvað fallegt og pesta svo bara hérna slóðin á miðjunni. Posta. Nú þá getur fólki hérna smellt hérna á myndina
og þá lendur það hérna og lækar og kommentarar. Og sama gildir ef við setjum hérna á grúppur. En það eitt sem ég ætla að benda ykkur á sem ágætt að gera með við erum hér, að það að fara hérna í þetta hérna, smetla á það og add to favorites. Þetta í favorites hjá mér sko, þessna stendur hérna remove from favorites, en að því ég með þetta í favorites þá hérna skal ég sér, kemur þetta svona. En það er voðalega gott að hafa þetta í favorites, þá getur maður gengið þessu vísu. Nú ég get tekið þessa mynd hérna eða farið bara í rauninni, það er ekki að fara hérna. Ef ég ætla að posta þessu grúppu þá fer ég bara inn á hérna síðuna mína þar sem ég postaði þessu áðan. Næ bara í þetta hérna, kópera, fer inn á grúppuna hérna, þessa grúppu sem ég með reynda sjálfur, posta þessu hérna, næ í myndina. Svona. Svo get ég postað þetta líka náttúrulega á vegginn hjá einhverjum og það bara grundvallaratriði þegar maður í þessum bransa og ef maður á Facebook. Ég veit að það eru margir sem eitthvað óalega viðkomið fyrir því að sko vilji ekki að vinirnir og þessi sjáu sko, þú veist, hvað maður að gera eða hvað, þú veist, fólk að gera. Ég sjálfur skilja það nú ekki sko, en það nú annað mál. En þetta svona í megindráttum það sem við gerum og svo förum við bara hérna inn alltaf annað slagið og fylgjumstum með. Og hérna inn á grúpunni. Það var alveg misjafnt þetta sko á hvað tíma maður trafíkin hérna. Það náttúrulega tímamun, það eru margir hérna frá Bandaríkjunum og þá náttúrulega tímamun og þetta oft svona mikið trafík svona hádegisbil í okkur og svo seint á kvöldin. Nú ég ætla að fara hér og taka þetta hérna, gera bara eins og Matthew. Svo annað þessu líka við eignust hellinga vinum hérna vegna þess að fólk hérna að hérna skal ég sér tengjast sem sagt persónlega hérna á Facebook í gegnum þetta og það getur hjálpað okkur líka í öðrum hérna skal ég segja þér tækifærum. Svona. Svo skrolla ég hérna bara og
og aðvara hérna aðeins og tók hvað ég er búinn að læka og svona og reyna að vera þáttangandi í þessu. Hérna og ég nú eftir að læka. En ég var búinn að kommentara hérna vísu. Þarna. Hérna eftir að kommentara. Okay. Úps. Og en málið það atvið það sko, málið það eftir því sem maður er aktívari sko eftir því sem maður er aktívari að þú veist kommentera og læka hjá fólki sko þess meira feedback fær maður sjálfur, þess sko fleiri fáum við til að læka og kommentera hjá okkur, þannig að það er mikið atriði að fara reglulega hérna inn og hérna læka og kommenta. Svo eru alls konar tilkynningar sem koma hérna. Ég geti nú bara að skoða þetta þarna sjálfinn á. David Mendoza til dæmis hérna. Hann er hérna með tilkynningu. Og að sjá. Ég ætti að læka á það. Og þá get ég gert það hérna. Ég get alveg gert það hérna. Ég get líka smelt á hérna bara og tala sýningu hvernig þetta birtist eins og áðan. Myndin hérna. Sjáu þið. Jó, hérna er ég búinn að læka. Sjáu þið. Þetta er ekkert smá maður. Og það sem að gerist er það að við sjáum hérna öll lækin og kommentin hjá honum. Þetta býtur rosalega buzz og vekur gífurlega forvitni á fólki og það vil allir vera með. Og svo annað hitt líka, þetta er svona svipað og með þetta eins og bara þú veist hvernig Google til dæmis rankar vefsíður. Að eftir því sem að maður fær meira lækum og kommentum að þá fer svona Facebook
að vekja athygli á því og þá kemur þetta svona í hérna skal ég sér newsfeeds dæminu hérna hjá Facebook sko mikið oftar. En þetta svona það helsta sem við gerum eins og ég segi hvað þetta varðar. Og ef það einhverja spurningar þá endilega hafa samband ef það eitthvað óljóst í þessu. Blessi Billy.